Komið þið sæl, byrjum hér á að skoða gervitunglamynd sem tekin var klukkan 1:30 í dag. Sjáum við hér þessi skil sem liggja suður og suðvestur af landinu og það er búið að vera víða bjart veður í dag en hér fljótlega eftir að þessi mynd var tekin að þá fóru að þykkna upp hér allra syðst og með þessu bjarta veðrið hefur verið frekar kalt en mesta frostið var 16 stig sem mældist bæði á Mývatni og Grímsstöðum á Fjöllum. En ef við skoðum hér stöðuna á Norður-Atlantshafi sjáum við mjög skýrt þessa lægð með skilum sem liggja hér við landið. Í kvöld þá er það gangin á land með auknum vindi og úrkomu. Það er rigning að slitta í þessu og jafnvel að slá í storm með suður- og vesturströndinni en síðan annað kvöld og á fimmtudaginn þar snúast til hægari suðlægrar áttar og dregur úr úrkomunni. Við sjáum hér lægð suður í hafi, hún mun ekki koma mikið við sögu þrátt fyrir regnbogaliti og þéttar þrýstilínur. Það er helst að verði hæg austlæg átt af hennar völdum á föstudaginn. En hér sjáum við á hitasviðinu að það er hlýrra loft að koma með þessu. Eins og sagði úrkoman rigning eða slitta en eftir að skilin eru farin hjá þá er frekar svalara loft sem tekur við og kólnar ennþá frekar núna helgina og í næstu viku. Spárganga eftir. En hér sjáum við núna í kvöld og nótt. Nú þegar er vindurinn komin upp í 25 metra á sekundu á Stórhöfða og verður hvasst hér með suður og vestur ströndinni. Þetta er einkum 13 til 20 metrar á sekundu í þessu en líkur að því að það fari yfir 20 metra hér allra syðst undir Eyjafjöllum, Vestmannaeyjum með suðurströndinni, suðurhluta Reykjanes, Snæfellsnes og önnur fjöll á þessu svæði. Með þessu er úrkoman, þetta er rigning eða slitta allt sunnan og vestanvert landið og hér sjáum við klukkan 8 í fyrramáli að hitatölur þær eru komnar frostmark eða yfir. Hér norðaustan til þá helst nú þurrt alveg lengst af á morgun. Sjáum hér klukkan 8 í fyrramáli að úrkoman hefur ekki neinu ráði náð inn á Austfirði en þegar við horfum hér til klukkan 3 þá er nú heldur að draga úr vindunum. Hér erum við að sjá 10 til 18 metra á sekundu í suðaustlægri átt. Hér allra syðst þá sjáum við hinum megin við skilin er frekar hæg suðlæg átt sem tekur við hægt og rólega þegar líður á daginn og hitatölur þær eru hægt rísandi hér norðaustan til og úrkoman með þessu er ennþá rigning eða slitta komið ennþá meira hér suðaustan til en þegar við horfum síðan fram til kvölds þá er úrkoman að færast til norðurs, byrja að rigna þó nokkuð á Austfjörðum og næstu svona 2 sólarhringana þá er þetta 20 millimetrar sem er að falla á Seyðisfirði, 30-35 millimetrar á Eskifirði. Þetta gengur fljótt yfir þar en það mun þó rigna alveg nokkuð tíma. En á fimmtudaginn þá er þetta búið að snúast til suðlægrar áttar, þetta er 8 til 15 metrar á sekundu hér sunnan og vestanvert landið, hægari vindur hér norðaustan til og bjart í veðri og hitatölur á niðurleið. Þetta eru slydduél eða skúrir í þessu og síðan þegar horfum til föstudagsins þá kemur þessi lægð úr suðri sem við sáum áðan. Hún er ekki að fara að gera neitt rosalega mikið, eitthvað smávegis úrkoma hér allra syðst, langt á milli þrýstilína, frekar hægur vindur í þessu og kólnar ennþá hér norðaustan til en hangir og yfir frostmarki annars staðar. Það eru einhverjar líkur á úrkomu á Vestfjörðum en það frekar loðið eins og staðan er núna. En síðan þegar við horfum til sunnudagsins og laugardagsins að þá er að gliðna ennþá frekar á milli þrýstilína, frekar hægur vindur, víða bjart veður og kólnar ennþá frekar. Einhver éljagangur jafnvel vestanvert landið, stöku él hér allra austast en víða jafnvel bjart. En hjá okkur núna næsta sólarhringinn þá er vaxandi suðaustanátt, hvassviðri eða jafnvel að slá í storm sunnan og vestanlands á morgun með rigningu og slyddu á þeim slóðum, lengst af þurrt og hægari vindur norðaustan til og hægt hlýnandi veður. Segjum þetta gott í bili, þakka ykkur fyrir og verið sæl.